Ferðamálastjóri segir merkingum víða ábótavant á ferðamannastöðum. Sjálfsagt sé að bæta úr því sér í lagi á stöðum sem geta verið hættulegir. 40.000 norskir bændur óttast að þurfa að loka bílum sínum verði tillögur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar að lækka verulega tolla á landbúnaðarvörum samþykktar. Flugfélagið Iceland Express ætlar að skipta út flugflota sínum í haust. 2 sparneytnari Boeing-þotur verða teknar í gagnið. Svartabjörninn Claude í dýragarðinum í Hiroshima í Japan tók gleði sína á ný þegar hann fékk krabís með síróps og jarðarberjabragði í kæfandi hitanum. Valsmenn eru úr leik í meistaradeild Evrópu í knattspyrnu en þeir tóku á móti Bate frá Hvíta-Rússlandi í síðari leik liðanna í forkeppni meistaradeildarinnar í kvöld. Gott kvöld, það er komið að seinni fréttum 23. júlí. Þegar klukkuna vantaði 20 mínútur í 9 í kvöld varð jarðskjálfti upp á 4,8 á Richter 14 km aust-norðaustur af Grímsey á svipuðum slóðum og virknin hefur verið hvað mest í dag. Ekki er vitað tjón af völdum skjálftans en Veðurstofan fylgist grannt með gangi mála. Ferðamálastjóri segir að víða megi merkja betur útivistarsvæði þar sem ferðamenn geta komist í krappan. Það sé mjög þarft að leiðsögumenn bendi á staði þar sem slíkum merkingum er ábótavant. Minnstu mátti muna að þýsk hjón drukknuðu þegar þau fóru af nærri sjónum í Reynisfjöru í gær. Leiðsögumaður sem var vitni að svaðilförunni segir ólíðandi að aðvörunarskilti hafi ekki verið komið fyrir í fjörunni. Ólöf Ýr Atladóttir ferðamálastjóri segir að mörg svæði megi merkja betur og kallar eftir samstarfi við alla þá sem koma ferðaþjónustu í þessum efnum. Það er auðvitað mjög þarft verk að menn bendi á það sem betur mætti fara og ég vil í þessu samhengi minna á það að Ferðamálastofa og félag leiðsögumanna hefur tekið höndum saman það að virkja einmitt þessa þekkingu sem að leiðsögumenn búa yfir og þeir auðvitað fara yfir landið mjög vandlega á sumrin og við höfum beðið þá að skrásetja það sem þeim þykir vera vert að benda á. Hún segir að Ferðamálastofa hyggist funda þessi mál með félagi leiðsögumanna í haust. Ég held að það sé nauðsynlegt að við reynum að kortleggja hvernig hlutirnir líta út. Þannig að það sé hægt að fara á yfirvegaðan hátt yfir þessi mál og vissulega ef það eru svæði sem eru hættuleg að það þarf auðvitað að bregðast við því, ekki spurning. Norsku bændasamtökin fullyrða að tugir þúsunda norskra bænda eigi á hættu að verða gjaldþrota verði tillögur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar verulegar tollalækkanir á landbúnaðarvörum samþykktar. Samningaviðræður standa nú yfir í Genf. Evrópusambandið er tilbúið til að lækka tolla á landbúnaðarvörum allt að 60%. Utanríkisráðherra Noregs og aðrir norskir fulltrúar í Genf vilja hófsamari lækkanir. Norsku bændasamtökin fullyrða að 40.000 norskir bændur eigi á hættu að verða gjaldþrota verði tillögurnar samþykktar. Britta Skallerud rekur mjólkurbú í Akerhus í Austur-Noregi. Hún efast ekki að þurfa að loka búinu verði tillögurnar samþykktar. Hvis vi får så lav toll inn til landet at man kan få masse matvarer veltende innover i Norge fra steder hvor man produserer adskillig billigere, det vil si fra land som har helt andre klimatiske forhold for eksempel, så vil det ta fra oss i Norge så mye produksjon at vi ikke klarer å få det lønnsomt å drive den produksjonen vi skal drive. Eftir 2 daga mun Britta halda til Osloar ásamt 300 öðrum bændum til að þrýsta á norsk stjórnvöld að ná fram hófsamari lækkunum. Iceland Express ætlar að skipta út flugflota sínum í haust og notast við 2 Boeing-þotur í vetur sem eru alltaf 40% sparneytnari en þær vélar sem nú eru notaðar. Farþegar Iceland Express hafa margir þurft að sætta sig við margra klukkutíma seinkun og skrykkjótt flugundanfari, en frá og með haustinu verður flota félagsins skipt út. Í stað MT-90 véla koma nýlegar vélar af gerðinni Boeing 737-700. Forðamenn félagsins vonast til þess að bilanir verði fátíðar en megin tilgangurinn er þó að bregðast við breyttu landslagi í flugheiminum, þar sem eldsneytisverðhækkanir hafa valdið flugfélögum vanda. Til dæmis var eldsneytiskostnaður Iceland Express í júní á þessu ári jafnhár og allt árið 2004. Nýju vélarnar eyða allt að 40% minna eldsneyti á hvert flugtíma en þær vélar sem félagið er nú með í notkun. Við verðum með 2 vélar frá september og til maí og þá bætum við 2 í viðbót. Breska flugfélagið Astrius sér allt flug fyrir Iceland Express sem opnar ýmsa möguleika í framtíðinni. Við náttúrulega höfum verið að skoða flug til Bandaríkjanna mjög lengi og erum spennt fyrir því. Við náttúrulega erum í þessu samstarfi við Astrius, eins og þú sagðir, eru þeir með öll leyfi til þess að fljúga til Bandaríkjanna
Svoleiðis að það í raun og veru þarf ekki annað heldur en bara að byrja að selja þegar svo ákvörðun verður tekin að fara til Bandaríkjanna. En það verður vantilega ekki gert allavega ekki fyrir áramót en við erum með þetta í skoðun og við erum náttúrulega að meta efnahagsástandið hverju sinni en við erum gríðarlega spenntir fyrir Bandaríkjaflugi. Starfandi forstjóri Barnaverndarstofu segir að það geti verið forsvaranlegt að korna barn gisti í fangaklefa með foreldrum sínum þjóni það þörfum þess. Ungt par sem handtekið var með 180 grömm af hassi gisti í fyrrinótt fangageymslu lögreglunnar í Keflavík ásamt 4 mánaða gömlu barni sínu. Starfandi forstjóri Barnaverndarstofu segir að það hefði ekki endilega verið besta lausnin að taka barnið tafarlaust frá móður sinni og láta það gista annars staðar. Ég hef leyft mér að segja að það geti verið forsvaranlegt einmitt með svona ungt barn ef að það þrífst vel að öðru leyti og annað foreldri, í þessu tilviki væntanlega móðurinn, því þar eru sterkust tengslin á þessum aldri út af brjóstagjöfinni. Ef að ekkert er í baksögu eða ástandi móður eða samskipti við móður sem gefur það til kynna að hún ógni öryggi barnsins, að þá geti það verið það besta fyrir barnið að vera hjá móður sinni þessa klukkutíma þar til að hægt er svo að meta málin nánar. Parið sem var látið laust í gær fór heim með barnið og vel verður fylgst með velferð barnsins í framhaldinu. Ég gerir fastlega ráð fyrir því að könnun barnaverndarmálsins felur það í sér, menn eru vakandi allan tíman að vega og meta hvort að öryggi barns er tryggt eða ekki, hvaða tíma þeir geta tekið sér í að kanna áður þeir vilja grípa til einhverja úrræða, en ég gerir ráð fyrir það verði vinsla í þessu máli núna ára. Reglur koma í veg fyrir að skoðunarstöðvar geti haft eftirlit með gasbúnaði í ökutækjum. Upplýsingafulltrúi Umferðarstofu segir að það sé í höndum stjórnvalda að beita sér fyrir því að eftirlitinu verði komið á. Vinnueftirliti hefur sett reglur sem gilda tæki sem brenna gasi. Eftirliti fylgist með því hvort farið sé eftir reglunum með lögbundnu markaðseftirliti meðal annars á hjólhýsum, húsbílum og fellihýsum. Það felur í sér að fylgst er með skjölum sem fylgja tækjunum við innflutning en tækin verða að vera CE-merkt. Ekki er til dæmis allur búnaður frá löndum utan Evrópu með slíkar merkingar. Umferðarstofa og skoðunarstöðvar hafa lögum samkvæmt eftirlit með öllu sem viðkemur ökuhæfni ökutækja. Þessi vettvangur sem er varðandi skoðanir ökutækja, hann er auðvitað kjörinn til þess að hafa eftirlit með svona búnaði en það er á skjön við það reglur sem að gilda í dag. Einar segir að það sé nú í höndum stjórnvalda að beita sig fyrir því að eftirliti með gasbúnaði sé komið á. Stjórnvöld þurft að setja reglur það að Umferðarstofu verði falið það hlutverk að fara út fyrir þetta starfsvið sem að það hefur lögum samkvæmt í rauninni og fylgjast þá með öryggi og tengingum og öryggisstöðlum varðandi þennan gasbúnað í ökutækjum. Á Alþingi í febrúar í fyrra sagði Magnús Stefánsson, þáverandi félagsmálaráðherra, að tilstaða Umferðarstofu myndi sjá til þess að skoðunarstofur hefði eftirlit með gasbúnaði eins og kom fram í fréttum sjónvarpsins í gær. Einar segir að Umferðarstofu hafi aldrei borist formlegt erindi frá félagsmálaráðuneytinu. Litlar upplýsingar fengust máli hjá ráðuneytinu í dag. Hjá samgönguráðuneytinu er hins vegar vilji fyrir því að setta verði reglur skoðun á gasbúnaði og það verði gert eins fljótt og mögulegt sé. Það tæki síðan bara, það færi bara inn í skoðunarbækur, geti þess vegna gert það samdægurs. Líflegt varð á ný í dýragarðinum í Hiroshima í Japan þegar dýrin fengu krabís í kæfandi hitanum. Við verðum víst að hafa hljóð á fréttunum og við þurfum þá að spila hana aftur en þetta var það að það varð líflegt á ný í dýragarðinum í Hiroshima í Japan þegar dýrin fengu krabís í kæfandi hitanum. Undanfarna daga hefur hitinn í Hiroshima í Japan verið yfir 30 gráður. Heldur dauflegt hefur verið að litast í dýragarðinum. Dýrin hafa verið slöpp í hitanum, setið í skugganum og kælt sig í pollum. Dýraverðirnir brugðu þá á það ráð að gefa dýrunum ískrab til að kæla sér á. Og þá lifnaði heldur betur yfir dýrunum. Ekki síst yfir svartabirninum Klot sem gæti sér á ískrabbi með síróps og jarðarberjabragði af bestu list. Yngstu dýragarðsgestirnir fylgdu spenntir með þegar stærsti fíllinn í garðinum fékk vatnsmelónu. Eldri gestirnir stóðust ekki mátið og fengu sér ískrabb dýrunum til samlætis. Og þetta var helst í fréttum okkar klukkan 7. Íbúi á áfangaheimili á vegum svæðisskrifstofu málefna fatlaðra í Reykjavík hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps
eftir að hann stakk forstöðumann á heimilinu 3 sinnum með hnífi í síðustu viku. Næra að stinga hann 3 sinnum, en starfsmaðurinn næra að yfirbuga hann og það eru kallið til lögregla og sjúkrabíl sem sinnir þar málum starfsmannsins. Starfsreglur verða endurskoðaðar í kjölfarið. Þýsk hjón voru verulega hætt komin í Reynisfjöru við Vík í Mýrdal í gær þegar brimaldar hrifsaði þau til sín. Fyrir snarræði tókst löndum hjónanna að bjarga þeim. Leiðsögumaður segir ólíðandi að aðvörunarskilti hafi ekki verið komið upp í fjörunni. Lögfræðingar Radovan Karadzic áfrýjuðu í dag ákvörðun serbneskra yfirvalda að framselja hann til Alþjóðadómstólsins. Samstarfsfólk og nágrannar Karadzic á þeim árum sem hann fór huldu höfði segjast enn eiga erfitt með að meðtaka að einn og sama manninn sé að ræða. Reykjavíkurborg Þannig vantaði aftan á þetta hjá okkur og biðjumst við velvirðingar á því. En förum þessu næst í viðskipti í Kauphöll Íslands en þau námu rúmum 15 milljörðum króna í dag. Úrvalsvísitalan hækkaði 1,09% og nú 4.159 stig. Dow Jones hækkaði 0,3%, Nasdaq hækkaði 1% og FTSE-vísitalan hækkaði 1,6%. Krónan styrktist 0,12% í dag og gengisvísitalan rúm 160 stig. Gengi Bandaríkjadals tæpar 80 krónur, evru tæpar 125 krónur og sterlingspunds rúmar 159 krónur. Íþróttir. Íslandsmeistarar Vals tóku á móti Bate frá Hvíta-Rússlandi í síðari leik liðanna í forkeppni meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu að Hlíðarenda í kvöld. Bate vann fyrir leikinn sem framfór í Hvíta-Rússlandi með 2 mörkum gegn engu og þeir skoruðu reyndar bæði mörkin. Þegar vel var liðið á síðara hálfleikinn sá sigur þótti nú ekkert mjög sannfærandi og það voru vissulega möguleikar í stöðunni fyrir Valsmenn í kvöld. Fyrstu 45 sekúndurnar, það er að segja. Eftir 49 sekúndur lá boltinn í netinu. Þetta er Igor Stasevits sem skorar mark úr þröngu færi eftir heldur skrautlega sendingu frá hægri vængnum og þetta mark þýddi að Valsmenn þurftu að skora 4 mörk til að komast áfram í aðra umferð og mæta þar Anderlecht frá Belgíu. Valsmenn lögðu þó ekki árar í bát. Hér er Helgi Sigurðsson á 10. mínútu og Hafþór Ægir reyndar ekki fjarri því að ná að fylgja þessu eftir og setja boltann í netið og strax í kjölfarið átti svo Baldur Bett hörkuskot sem Sergej Vermko í marki Bate gerði vel í að verja. Hér kemur skotið frá Baldri og Vermko gerir vel. Hann varði reyndar ágætlega þegar á þurfti að halda. Hér erum við rétt undir lok fyrri hálfleiks og Helgi Sigurðsson á hér skot sem Vermko gerir enn og aftur vel í að verja. Staðan í leiklíinu 1-0 eða 0-1 öllu heldur, Bate í vil. Valsmenn færðu þessu örlítið framar á völlinni í síðara hálfleiknum og Batemenn gáfu þeim svo lítið svæði. Hér eru þeir hálsbreytt frá því að skora sjálfsmark Hvítrússarnir. Síðara hálfleikurinn var nú ekkert augnayndi, satt best að segja, en hér á reyndar Bjarni Ólafur hörkuskot rétt fram hjá markinu. Þetta er einum 7 mínútum fyrir leikslok eða svo. Alls ekki skemmtilegur síðari hálfleikur, hann var ekkert augnayndi eins og áður segir, en Bate hafði sigur 1-0 og mætir Anderlecht í næstu umferð. Ævintýrið hjá Valsmönnum til aukheila áður en það hófst. Já, þetta var mjög sérstakt hérna. Þetta var eiginlega þvert á okkar áætlanir. Við ætluðum að vera þéttir tilbaka og svona vinna okkur inn í leikinn og koma á marki og sjá hvort það kæmi þeim úr jafnvægi. En þá voru bara hér eftir einhverja tæpa mínútu 1-0 undir en ég er mjög ánægður með liðið okkar að þrátt fyrir þetta högg að halda áfram að berjast í leiknum og koma tilbaka. Þið gefið ekkert eftir og meira segja í seinni hálfleik vissulega leggjast þeir svolítið tilbaka en það svona kemur svolítið brottur í Valsliði. Já, við ákvaðum bara að pressa það framar og fara bara í bullandi stöðubaráttu og mér fannst það gefast vel. Strákarnir börðust alveg eins og ljón og staðráðnir í því að jafna og sigra leikinn en svona fór. Það eru þetta aldrei gaman að tapa en þú kyngir væntanlega þessu tapi með svolítið stolti í leiðinni. Já, ég meina við verðum að horfa á jákvæðu hliðarnar í þessu og það sem var jákvætt í okkar leik og það þurfum við að taka með okkur inn í deildarleikinn sem eru framöndan.
Jaðrakaninn nam land snemma á síðustu öld en nú orðinn algengur land allt. Einn slíkur varð á vegi Hjalta Stefánssonar myndatökumanns sjónvarpsins skammt frá Egilsstöðum á dögunum og við ljúkum fréttatímanum með myndum af jaðrakananum. Verið þið sæl.